Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn minn. Þetta er fyrsti þátturinn árið 2025, ár sem lofar að verða mjög viðburðaríkt hjá okkur öllum og við mötum að sjá hvernig það fer eftir. Þetta er 41. þátturinn. Ég setti mér það markmið í fyrra að vera með 40 þætti fyrir áramót og það tókst. Svo að ég kom með nýtt markmið fyrir þetta ár en við byrjum með fyrsta gestinn sem í þetta skipti er hún Elísabet Reynisdóttir, betur þekkt sem Beta Reynis hjá flestum. Vertu velkomin, Beta. Takk fyrir. Af hverju Beta Reynis? Er það bara að þú varst kölluð það alltaf eða? Já, ég ákvaða bara einhvern veginn að það væri Þjalla en Elísabet Reynisdóttir Já, og svo var þetta bara eitthvað svona Beta Reynis. Svona já, þægilegt í að orða. já, einmitt. Þú hefur verið að vinna við næring og næringarráðgjöf og eitthvað, en hvernig byrjaði þetta ferlið þitt? Hvernig byrjaði ég mennta mig í þessu? Já, Ég misti heilsuna og tapaði henni algjörlega. Þannig að ég var í veikindum í svona 5 ár, eða þegar voru liðin 3 ár í veikindum, ég hafði eitt einu ári alveg á spítala, ég sérst fekk taugasjúkdóm og sem var til þess að ég lamaðist og ég var í endurhæfingu í 7 mánuði á Grensás og 3 mánuði á Reykjalundi. Þannig að þegar og fólk veit það sem hefur veikst og vera að kljást við veikindi, að það er eitt að veikist og ná sér og svo að tíminn að ná aftur fullu kröftum, hann getur verið ansi langur og erfiður. já, það er svo Þannig skemmtilegt. að ég reyndi að finna alla leiðir og ég tala oft um það að ég eyddi milljónum í að finna heilsuna mína. En á Já, endanum þá ákvað ég að taka saman að finna heilsuna og láta draumar rætast og mennta mig og fer til Danmörku í 3 ár sem ég sérst er að flakka á milli og læri næringarþerapíu. já, þannig þú byrjar í rauninni á því að læra hvernig þú getur verið ráðgefandi fyrir aðra eða hvað? Já, sko í rauninni var ég alltaf í næringarþerapíunni bara fyrir sjálfa mig. Og Eh, þar til dæmis læri ég rosalega inn á allt þetta tráma sem skiptir máli fyrir heilsuna, áhyggjur, kvíði, óuppgerð mál. Að þetta getur skipt máli fyrir heilsuna okkar þegar framleiða stundir. Þannig að, Sérstaklega í líkamannum. já, akkurat. Og ég tók 3 ár og svolítið bara, og þetta var svo vissulega þerapía. Þetta var bara, ég hafði aldrei tengt þetta svona við sál og líkama. Nei. Þannig Hvers að konar þarna taugasjúkdóm lærði ég fékkst? að hamingja skiptir máli fyrir heilsuna. Já, hún skiptir svo sannarlega máli. En hvers konar taugasjúkdóminn var þetta sem leiddi alveg til lömunar? Hann heitir Guillain-Barré syndrom Já, fékkstu það, og já, er bara þannig að ég réðist á kerfið mitt, þetta er sjálfsofnæmi sjúkdómur já, og ég réðist á kerfið mitt og át sem sagt mínuslíði utan um taugafrumuna þannig að ég misti, sem sagt það hefði getað stoppað bara við, ég var máttlaus í höndum og fótum, það hefði getað stoppað bara rétt í útlimum en það hélt þannig séð áfram hjá mér þannig ég var hann lömuð í andlitinu, hársvörðurinn og það sem var undarlegt að ég hafði ekki lamast sko í öndunarveginn við lungun. Þannig já. að en þeir voru byrjað að undirbúa öndunarvél þegar mamma var í daginn sem að var alltaf hjá mér því ég var með nýfætt barn Og að það mamma er var hjá mér og var að bera ótrúlega, kreditið. Hvað segirðu? ég segi þetta hefur verið ótrúlega erfitt að fá þetta með nýfætt barn. Já, ég var meidd 5 ára og svo eina nýfætta. Já, en ég held samt að flesti tengi við það að þegar fá svona verkefni í fangi þá erum við bara full í þessu verkefni. Við erum ekki einhvern veginn, þú veist, þetta var bara leyst. Mamma flytur eiginlega til mín og sér um dóttur mína. Barnsfaðir minn og fyrrverandi maður, hann var bara gat stunda sína vinnu og hjálpa til. En að því mamma gat verið upp á Grens að sjá mér alltaf, þannig að ég, þetta var bara, ég leita á þetta bara sem verkefni sem ég ætlaði að sigra. Og Þannig þetta að var sannlega tekist það. já, en sko, það er rosalega gott að vera með Gorgeir þegar maður er komin upp úr skítnum Já, og rosalega gott að segja við aðra þú getur þetta, ég gat þetta, en ferðalegi frá því að vera þarna niður í kjallara og upp, það þarf bara talsverða þrautseigu og stuðning til að komast.
Já, já, ég er alveg samanlega því. Það skiptir stuðningur skiptir Já, alveg mjög miklu máli. og fá góð ráð, fá ráð sem að heila mann, fá ráð sem að hjálpa mann að komast þarna upp. Ég held rosalega oft þegar við förum þarna niður með heilsuna, hvort sem er andleg heilsa eða líkamleg, að þá grípum við í reipið sem er á bara að tosa okkur upp, sem er oft lyf eða aðgerðir eða eitthvað sem er ekkert endilega að fara að hjálpa okkur hraðar upp. Einmitt, já. Þannig að skipti máli einhvern veginn að vinna vel úr því þegar við höfum tapað heilsunni, að vinna vel úr því og gefa sér tíma. Já, Gefa sér, svona margir upplifa það að þeir hafi ekki tíma og að þeir hafi ekki aðstoð eða nei, stuðning og þess vegna skiptir fjölskylda miklu, miklu meira máli heldur flesti gera sér grein fyrir algjörlega af og því bara að stuðningur stuðningsnett. skiptir svo miklu máli, sko. Já, Og ég fann það alveg því að hérna, foreldrar mín er búið út á landi. Þau þurftu svo, þegar ég kem heima á spítalinn að hverfa til síns heima. Fyrrverandi maður minn fór á sjó, þannig að ég var svolítið ein og ég óska engum þess að vera með 2 pínlítið börn og algjörlega heilsulaus og ekki stuðningsnett. nei, það er náttúrulega, það er rosalega erfitt. En segð mér, hvað gerðirðu til þess að ná svo heilsunni aftur? Hvað lærðirðu mest í sambandi við næringarþerapíuna sem hjálpaði þér svona mikið? Sko, ég held að það hafi verið nefnilega, en mjög skrítið. Ég fer út og fæ svolítið svona frelsi aftur. Ég fæ aftur að finna að ég er lifandi. Ég fæ aftur að finna að mér finnst gaman að fara að sitja á kaffhúsum. Mér finnst gaman einhvern veginn að vera til. Já, Og ég segi oft, ég vildi ég geti sagt að það veri alla plönturnar, að það veri allt þetta hérna grænmetisfæði og allt það sem vorum að borða. En fyrir mér, og eins og ég meti þetta í dag, þá var þetta svona félagsleg heilsa, félagsleg, hérna bara, ég lifnaði einhvern veginn, ég varð einhvern veginn lifandi aftur. Og það dásamlega. er það sem skiptir mig mestu máli í þessu ferli. Já, ég held að sko gleðin og jákvæðnin sem þú hefur vaknað hjá þér við það. Já, og það var gaman hlakka til, ég hlakkaði til að fara að læra, ég hlakkaði til að, þú veist, þetta var magnað nám og ég segi oft, ég hefði aldrei vilja vera án þess að hafa lært næringarþerapíuna þegar ég fer svo í næringarfræðina. Því að ég sko nota öll tólin úr næringarþerapíunu en þá í dag. Já, en hver er munurinn á næringarþerapíu og næringarfræði? Sko næringarþerapíu var bara svolítið svona þerapistnám. Ég var bara sjálf í þerapíu, hún sjálf náttúrulega stúdera öll fræðin en alltaf út frá mér. Ég skil. Ef að ég veikist svona alvarlega, hvað er það í kerfinu mínu sem að veiki mig? Ég var undir gríðarlega álagi, ég var með útvarpsþátt, ég átti fyrirtæki, ég var svona dæmigerð ungkona á frambraut og bara misböði líkamanum mínum og sál líka. Já, Aftur á móti næringarfræðin er akademisk menntun, þar sem ég er bara að læra. Við sátum tímum með læknisfræðinni, með tannlæknanemum og við vorum bara í lífeðlisfræði, efnafræði. Ég fekk bara alla aðra þekkingu þar sem ég vantaði svolítið úr næringarþerapíunni. já, ég skil. Þannig þessi menntun saman finnst mér alveg vera mögnuð. Ég skil. Þetta er samþætta eðli þarna sem að Já. kemur inn. Já. Ég myndi ekki af hvoru vilja missa að hafa lært. Ég skil. Ég Þú veist, skil. næringarfræðin var líka, það var rosalega erfitt nám og þegar ég var, þá var einhvern veginn verið að púsla, við vorum alveg í byrjun, þá var verið að púsla okkur einhvern veginn saman, þannig við vorum, ég veit að þetta voruð meira svona í strúktur núna og þægilegra og ekki alveg eins erfitt ef ég heist. En ég er þakklátt fyrir að fara í gegnum þetta erfiða nám til að ná betur undir allan grunn. Lærðirðu næringarfræðina hér heima þá? Já. Já, já, þannig það er líka mismunandi kennslu staður eða aðferðir Já. eða hvernig við maður segja það, já. Og Mjög þetta var svo áhugavert. líka bara sigurinn að þegar ég var lítil stelpa á Vopnafirði Já, og ólst upp í eldhúsinu hjá ömmu minni, þá var bara draumurinn minn að læra matvælafræði, að ég vissi að ég yrði að vera matvælafræðingur til að vera næringarfræðingur sem var þá. Þannig að ég átti mér þessu draum, en ég hugsaði alltaf að ég get ekki, þetta er svo erfitt nám, það er allir, þetta er svo rosalega erfitt nám. Þannig ég einhvern veginn ákvað bara að ég var ekkert að fara í þetta og þegar ég er að byrja í næringarþerapistanum, þá var ég ekki með stúdentspróf.
Þannig að þegar ég er búið með 1 ár í næringarþerapistanum, þá bara gönna ég og klára stúdinsprófið og er bara að undirbúa mig að gera eitthvað meira. En frábært. Þetta er með ólíkindum. Já, Ferlegt. ég er ótrúlega stolt af mér, sko. Þetta var kraftur, en þetta var líka fullt af brekkum. Já, það er náttúrulega ekki hægt að fara í svona nema það séu brekkur. Nei, akkurat. Það er að styrti. En mér finnst líka mjög merkilegt að þú skulle hafa verið með svona draum bara þegar þú Já, varst krakki. og ég held að það sem ég spyr líka á fólk sem hjá mér er ráðgjöf og það segir líka, er ég ekki næringarráðgjöf? Ég segi, áttu þér eitthvað draum? Hver er draumurinn? Þú veist, ekki hugsa um útlit eða bara áttu þér draum. Því ef við höfum draum og ef við höfum eitthvað markmið, þá verður allt svo miklu skemmtilegra. Heldur betur, sko. Ég er alveg saman við því. Það er náttúrulega núna er upp af ársins og það er svo kjörinn tími fyrir fólk til að setja niður, minnst okkur stið, hvað það er sem það ætlar að afreka á þessu ári. Já, Þó við séum ekki með sko langtímadrauma, þá bara vitum við að það er eitthvað ákveðið sem við viljum ná árangri á þessu ári. já, akkurat. Og maður verður að setja sér eitthvað svona mælanlegt til þess að maður nái því. Já, Það er, mér finnst sko, ég rifja svo oft upp að þegar ég bjó fyrir vestan á Hellnum og var með rekstur þar, að þá vorum við nokkur saman með reksturinn fyrsta árin, þó ég hafi endað svo með hann einn. En þá bara svona í upphafsárun þá settust við niður saman á nýjársdag og við skrifuðum niður 23 markmið ok. yfir hluti sem við ætluðum að ná árangri. Við vissum ekki hvernig við ætluðum að fjármagna það eða hvernig við ætluðum að framkvæma það eða hvað. Við bara skrifuðum hvað við vildum að myndi breytast Já, á þessu ári og þegar við skoðum svo listan ári setna þá höfðum við náð 22 af þessu markmiðum. í alvöru. Já, svo ég held að það sé svo mikilvægt að setja niður á blað og ég meina ég hef náttúrulega er búin að skrifa niður markmið á blað og ég yfirferði þau reglulega yfir árið og allt það, en það er að hafa fókusinn hvert þú ert að fara og það er ekki síður mikilvægt náttúrulega að hafa fókusinn hvert maður er að fara ef að heilsan brestur. Já, ég reyndar nota þetta þegar ég fer í háskólan, þetta er erfitt nám, ég er ekki alveg með fulla heilsu og er með náttúrulega ennþá 2 lítil börn, Já, að ég hugsaði alltaf, og það gekk á ýmsu, ég náði fyrst ekki efnafræðinni og það gekk alveg á ýmsu í lífinu eins og gerist. já, já. Þannig að ég man alltaf eftir, alltaf því ég lokaði augunum og hugsaði bara, ég var alveg að gefast upp, þá sá ég fyrir mér mómentið ég myndi labba upp á svið og taka við mastersskírteininu. Yes. Og ég bara, það var í svona, þetta tók mig 7 ár, þetta 5 ára nám, en ég hugsa oft bara þvílíkt samt kraftaverk með að hvað allt gekk á þessum árum að klára þetta, en ég vil meina það, ég hafði visual, sýnina, Já, að ég labbaði upp á svið og tók við skírteininu. frábært. Og þetta er eitt af svona mómentum í lífinu sem að ég fæ bara liggur sjálfbróft hrodd þegar ég hugsa erfiðleikana að komast þangað en sætur sigur að labba upp tröppurnar. Já, það er dásamlegt. En þú svo fórst í bætiefnaframleiðslu tíma, var það ekki? Jú, sem reyndar, sko, ég hafði nefnilega áhuga áður ég fer í næringafræðina í master, þá hafði ég áhuga á matvæla efnafræði. Og var komin með velvirði með masterskráðu í því. Og þetta var svolítið svona erfitt og erfitt að velja, en að því að ég var ennþá svo heilluð á næringarþerapistanum að þá valdi ég næringafræðina, en ég er ennþá með bullandi áhuga á matvæla efnafræði. Já. Og er ekki hægt með framleiðsluna. Við erum endurvekjana og komin á markað aftur og það er líka ákveðin draumur hjá mér. Já, sem er frábært. Nú á ég með bara nýjan draum. Já, sko, draumar fæðast reglulega. Ég myndi segja bara, þú veist, á hverju nýju tungli er ég með nýja drauma, sko. Já, einmitt. Og mér finnst ég þurfa þá að aðlaga markmiðin mín að því sem að er að gerast. Svo líka náttúrulega bara breytast kringustæður og þar maður líka aðlaga markmiðin sín. Þannig það er svo margir fletir í lífinu og ég held að eitt svona helsta sem við getum unnið með það er að hafa aðlögunarhæfni. Já.
að vera duglega að, þú veist, já, ok, ég þarf að skipta svona eða ég þarf að skipta svona. Og mér finnst líka athyglisvert þess að þú var að segja með milljónirna sem að þú eittir í að ná heilsunni, að því að ég hef líka farið í gegnum svona ferli eða milljónum í að ná heilsunni minni tilbaka. Að Hallgrímur heiti Magnússon læknir, hann var með hérna sko svona slagorð upp á vegg hjá sér og eitt af þeim var sko maðurinn eyðir fyrir helmingi ævinar í að afla tekna og tapa heilsunni og síðari helmingnum ævinar í að nota tekjurnar til að ná heilsunni aftur. Já, einmitt. Og þannig þetta er svolítið sko, við göngum svo hratt á okkur Ég veit. og það hefur Það náttúrulega svo mikilvægt líka, þú veist, við höfum bara oft langað að stofna svona heilsuskóla því að við erum með svo misjafnt heilsulæsi. Hvað getum við gert til að eldast vel? Já, geðu mér 3 ráð. Ég held að það er hreinleiki. Að Já, borða hreina mat og passa aukaefni, passa eiturefni sem eru allt í kringum okkur. já, Það er félagsleg heilsa. Það er að vera í félagslega góðum tengslum. já, Og hitt, það er að elta drauman sína og finna hamingjuna. mjög mikilvægt, mjög Svolítið mikilvægt. bara, ef maður er tilbúin að fara berfættur út í rigningu og dansa og stappa í pollum og þá segi ég að við sem á góðum stað. Já, ef að það er það sem við viljum. Já, það Já, er bara að finna gleðina. já, mjög mikilvægt, mjög mikilvægt. Sko, hérna, nú hérna, ég er náttúrulega komin á þann aldur að allir halda að ég eigi verið að hætta að vinna og ég segi gjarnan, ég sé enn hérna, að reyna að koma að staði hvað ég ætla að verða þegar ég verð stór. Þannig að ég held bara áfram því að mér þykir svo gaman að því sem ég er að gera. Það er málið og það snýst þetta. Já, svo það er hérna bara að vakna og hafa tilgang og vita Já. hvað ég sé að framkvæma eitthvað, ég sé að skapa eitthvað og svona mist að skipta opaslega miklu máli. En veistu það, Gunnar, ég er með stelpur á ungar konur 30 í ráðgjöf sem hafa ekki tilganga, ekki drauma. Það, fyrir mér er eins og tala við mjög fullorðna einstakling á bara lokasmetrunum. Það er einhvern veginn ekkert framönda. Það Það er er engin orð, það er engin gleði. En þetta er bara mjög algengt. það er bara sláandi. Já, og ég reyni með þetta og allt þetta burnout eða kulnun sem við erum að upplifa. Ég segi reyndar oft, ég held að við þurfum að horfa aðeins dýpra á fólk í kulnun því að þetta gæti verið næringarskortur og þetta getur líka verið, erum við á rétta stað í lífinu? Góð Erum við á spurning rétta stað? það, já, góð spurning það. Ég held að séu mjög margir sem sætta sig við að vera í leiðilegri vinnu bara að því að borga góð laun Já, og í rauninni sko slíta sjálfan sig niður algjörlega. og leiðindum og öllu þessar, en frábært. Þannig ég held að sé rosalega mikilvægt að þegar við tökum einhvern veginn, eða þó ég sé næringarfræðingur, þá vinn ég meira svona þerapist að spyrja bara hvað viltu? Já, Og svo finnst mér líka annað sem mér finnst að mér er svo gaman að fabulera með þér, með Já. þetta, já, að það er líka að spyrja einstaklinga, ertu búin að gefa þér leyfi til að líða vel og líta vel út og blómstra? já, Við erum ofta ekki búin að gefa okkur leyfi. nei, ég er alveg samanlega í sambandi við það. Ég held að sko, þú veist, við erum að slíta af okkur fortíðarhöftin Já, sem urðu til hjá kynslóðunum undan okkur og það var engum hrósað. nei, einmitt. Ég tek það stundu sem dæmi sko þegar ég útskrifast úr Versló þá var ég 3. hæst í skólanum, ég var hæst að stelpunum, ég kom heim með málabyggarinn og einhverja fleiri verðlaun og annað þess þar og þegar pabbi kom heim úr vinnunni að þá sagði mamma eitthvað, ertu búin að sjá hvað verðlaun hún komið heim og ég fer og sína honum og það var sko, það er naumast, þú veist. Það var sko honum var ekki hrósað í hans veldi og það bara fylgdi þannig við erum náttúrulega að breyta svo mörgu, við erum ekki bara að breyta
um, því að leyfa okkur að hafa drauma og leyfa okkur að langa til að ná árangri og gera eitthvað eh, sem skiptir máli í lífinu. Það við erum líka að breyta því að vera með opið hjarta eða þóra Já, tilfinningar okkar eða segja takk fyrir eða hvað annað sem er. Þannig það er svo, við erum rosa svona umbreytinga kynslóð sem er búin að vera núna má segja svona allir svona eftir stríðsára. já, einmitt. Já, en við Svo erum erum líka, við, megum við ekki gleyma að við erum bara með þetta forrit og ef við áttum okkur ekki á villunum í forritinu, þá er forriti áfram eins og spóla. Þú veist, leið og við getum tekið þessa skemmt í forritinu og hugsa bara, já, ég er með einhverja tilfinningarof hérna, þú veist, út af einhverju, þú veist, þá getum við lagað spólunu og haldið áfram. já, Mín skoðun er að við verðum að laga þetta. Við verðum að laga það sem að er villa. ég er svo sammálaðið. Það er líka sko að því sem við tölum að það er alla minningarnar og allt sitja í líkamannum Já, fyrir all áföllin og svo náttúrulega líka sko ég er búin að, ég hef rosalega, ég veit ekki út af hverju, ég hef rosa tengt mig við langömmu mína og verið mikið að hugsa til hennar. Hún sko, hún lést 31 árs við barnsburð, misti já, það barn, hafði mist sko 3 börn þar áður og með þeim manni sem hún var þá gift og hún, hérna, amma mín varð sko munaðlaus, nei, varð föðurlaus þegar hún var 6 vikna, sko þetta var svona já, áfall eftir áfall eftir áfall já, og þessi áfall er í minningunni okkar, já, að því þau eru líka, þau eru í DNA-inu sem að kemur til já, og svo ég verið að fara í gegnum það og svo mín eigin og hérna og svo vissulega sko ég meina 10 ára gamalt barn fær ekki magasár af nei, engu nei, en einmitt, þú veist mér er nauðgað þegar ég er svona milli 6 og 7 ára og ég varð svo kvíðin fyrir öllu í heiminu skiljanlega. og Það, það var allt svo mikil ógn fyrir utan heimili þannig þú veist já, að þetta bara settist í líkamann og það er svo margir hlutir aðrir sem hafa sest í líkamann í gegnum tíðina þannig að ég held að við en svo þurfum hefur það að fá svona áfall svona lítil, já, það hefur ekki bara áhrif á eins og getur líkamans að nærast og melta rétt út af því að þetta hefur áhrif á magasýrurnar þegar kemur kvíði í okkur og já, lækka þær og það segir okkur það að við verðum fyrir næringarskorti já, eða nóg með gott já. en við vinnum ekki með þetta. En ég var sko alltaf með meltingavandamál sem barn Mm, og hérna og svo ég veit nú ekki fyrir hvaða hérna, heppni það var en því ég var 18 ára gömul þá var ákveðið að leggja mig inn á spítala og rannsaka mig og ég var í heila viku í rannsóknum mm, allavega og þegar ég er útskrifuð sko þá er ég útskrifuð sem sko hann var mjög kurteis hérna læknirinn hann sagði við mig sko já við heldum þetta séu psykosomatíski sjúkdómar og hérna hann sagði ekki á íslensku og náttúrulega það að vera psychosomatic því eru sérst ímyndunum veikur já, þannig að hérna ég satt bara uppi með það og þá byrjaði ég sko að leita sjálf já. En veistu það er samt ennþá að fólk er að fá þessa greiningu. já, Og sem betur fyrir núna, þá veit ég um einstaklinga sem leita sér bara aðstofar erlendis þegar gefast upp. það er tvennt að ræða þegar viðmóti hér er á þennan hátt og því líka sko af því að náttúrulega hérna, ég náttúrulega hef ekki stúdera læknisfræði ég efast að þessi sett mikið inn í læknisfræði sálræn eða andlega áföll Já, og tengslinn þar á milli og það eru bara þeir sem hafa verið að vera, eru með svona heildrænar lækningar sem að horfa svoleiðis á fólk og segja býtu hvað kom fyrir, hvernig var æskan, þú veist, allt þetta sem að raðast í okkur meðan við erum að bara safna inn í undirvitundina, allt það hvernig við erum að bregðast við heiminum, sko. Frá, já, við fæðumst og þangað til við erum svona 8 eða 9 ára og svo kemur allt hitt á eftir. Þannig að þetta er hlaðist allt ofan á, svo maður bara verður að vera þakklátur fyrir að hafa getið undið ofan á þessu kefli. já, og svo veistu, það er svo margir sem að er ekki þar. Það er rétt.
þú veist, meiri segja, þú veist, ég var bara með unga stúlkun daginn sem er bara með hellingsvandamál í sínu, póka Já, og skildi svo ekkert í því að hún var með stöðugan niðurgang og ég sagði, viltu byrja á að reyna að losa það sem er að plaga það andlega? Þú veist, á ég rættaði sálfræðingi, viltu fara í ykkur meðferð með þetta? Og hún var bara, hvað kemur það magaverknum við? já, En svo fór hún, þegar ég var búin að tala við hana og hún skrifaði mér reglulega, þá sagði hún, þetta er svo skrítið, ég fann að tengja þetta núna, þegar ég fæ áhyggjukast verðhrætt, þetta vandamál sem er í fjölskyldunni dúkar upp, þá byrjar magaverkinir. Hún bara tengdi þetta ekki á þér. nei, Og við erum svo oft illa tengd að því okkur er ekki kenta, okkur er ekki kenta okkur er ekki kenta að virða náttúruna, okkur er ekki kenta að rækta og græða landið okkar, okkur er ekki kenta eins og að hlúa líkamannum okkar í námi, nei, alls ekki. en okkur er kent margt annað, en okkur er bara ekki kent einhvern veginn, við megum fara aðeins meira í það sem mun hjálpa okkur í lífinu. Já, mjög samanlega því, sko. Að það er einhvern veginn, veist, ég man eftir því ég var alast upp og mamma og pappi drusluðu mér sko á vorin að sitja niður kartöflur og taka upp. Og svo fyndi að nú er ég að fann að hugsa bara hvar get ég verið að ég get haft minn garð, bara Já, rækta. já. Það breytist, því ég man það var líka sko eitt af því fyrsta þegar að við fluttust í einbýlshús að þá var lóð og Já, þá var að hafa garð þar sem hægt var að rækta eitthvað, kartöflur og radísur og salat og eitthvað svona sem að náttúrulega óx hraðar þannig að það var hægt að taka það upp fyrir. En ég held að sko við erum að fara tilbaka til náttúrunar af því við erum að já, skilja við getum ekki verið svona ótengd henni og ég segi stundum að eins og í Reykjavík að það er bara fullt af börnum sem að hafa sko aldrei ferðast neitt landið okkar já, en eru búin að fara ótal sinnum til útlanda sem að þýðir að þau eru alltaf á malbyggi. já, Þau ganga ekki í mosa eða á grasi berfætt eða þó þau séu ekki að sulla í pollum líka en ég bara segi þau eru svo ótengd jörðinni og náttúrunni og þetta er orðið svona kynslóðir og mér fannst alltaf svo skemmtilegt þegar ég flutti vestur og þá þurftum við náttúrulega að fá iðnaðarmenn og svona og þá þurftum við að leita í næstu byggðakjarna og við fengum til okkar smiði frá Grundarfirði og það var nú ekki búið að malbygga Snæfellsnesið eins og það er í dag nema að eitt smiður sem kom til okkar þessi krakkar úr Reykjavík sko, þau eru búin að fara 10-12 sinnum til Spánar þau hafa aldrei séð skilti sem ástendur malbygg endar já, af því að þið hefði aldrei verið út í nei, ég náttúrulega var mjög heppin af því að foreldrar mínir ferðist rosalega mikið um landið því ég var krakki þannig það var bara fastu liður eins og vanalega ef það var þurrt og gott veður helgi þá fórum við eitthvað í tjaldútilegu já, einmitt. svo ég næ miklu tengslu við náttúruna en það eru hins vegar ákveðin áföll sem verða sem að ég þegi yfir af því að mér fannst að þetta var eitthvað hræðilegt og sem ger það verkum og svo situr það bara inn í hjá manni sko. Já, akkurat. En svo fyrir utan bætefnin, að því svona aðeins að vinda okkur að öðru sem þú hefur verið að gera, að þá ertu nýbúin að skrifa bók. Já, Lögst ekki bara við hann á síðasta ári? jú, Já, kom ertu út nokkuð bara með eintak af henni hjá þér? Að því ég er ekki með hjá mér. Já, nei, vistu það, ég bara hljópingað og fattaði þegar ég var komin inn á skrifstofu að þá fattaði ég að gleymt bókinni. Ok, en hvað heitir hún? Bókin heitir Þú ræður og hún er semst 4 vikna mataprógram Já, og það er svo gaman að segja frá því að þegar ég er að ná heilsu eftir öll þessi veikindi, þá náttúrulega allt sem fór, það fór efnaskipti mín, það fór, þú veist, ég var að vinna í sálinni og ég var að vinna í svo ótrúlega mörgu. En þegar ég er að taka master í næringafræði og farin svolítið aftur í bara að vera hefðbundin, hætt að vera svona óhefðbundin eins og í næringatherapistanum, að þá ákvað ég að þetta, þú veist, ég væri með svo léleg efnaskipti og ég er bara að finna ykkur leið. Þetta hefðbundna sem ég er að læra í næringafræðinni er ekki að hjálpa mér.
Já, ok, þú sást það. Já, 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 það var alltaf held ég svolítið í mér. Ég var ofta að reyna að rökra á móti og ég var ekki sammála að ráðleggja jurtaolíur og ég setti þetta bara held ég þykkara laga smjöri á brauðið mitt sko. Þú veist, ég tók bara svolítið dólgin á þetta. En, já, já, en svo er ég alveg svona, ég er ennþá á móti jurtaolíum en ég svona reyni að mæta þeim fræðum sem ég lærði en ég er mjög gagnrýnin líka og þau eru líka gagnrýnin á mig. já, já, Þannig að, þegar ég er að skrifa mastersverkefni mitt, þá var ég eins og út að labba, kem heim og hugsa bara, nú ætlum ég bara að skoða rannsóknir. Hvað er það við okkur sem er með léleg efnaskipti sem að er ekki að virka að fara eftir ráðleggingum og fara eftir þessum strúktúr sem á að vera svo heilagur. Þannig að ég bjó mig til prógram þar sem ég losaði mig við 20 kíló og, ok, mæti mitt upp á sviðið á taka móti mastersverkefninu með þau af sem var ákveðið sigur því þetta var hitt mastersverkefni mitt var að koma mér alltaf til betri heilsu já, ég skil, já, og þarna var ákveðin svona faktor sem vantaði og ég náði þessu og ákvað svo bara að þetta væri ekkit sniðugt að ég var einhvern veginn strax áberandi sem næringafræðingur, það var einhver viðtöl og ég hélt þessu alltaf svolítið fyrir mig. Þangað til að Albert Eiríksson kom til mín og spurði hvort ég væri til í að taka hann og Bergþór Pálsson, manninn hans, í ráðgjöf og þeir myndi blogga það. Og svo og ákvað ég að henda þessu prógrami þá að lefa hann að prófa, enda með Albert kom bara og sagði, þú verður að fara út með þetta prógram. ok, Þannig að við tókum hendur saman og hann eiginlega bara svona studdi mig í gegnum það að byrja að promóta eða koma prógraminu út já, í námskeiðaform. Og svo núna í nokkur ár búin að halda námskeið og annað það ákvaðum við, ég og vinur minn sem er með mér í þessu, að við myndum bara koma þessu út í góða bók. Og frábært, ótrúlega stolt af þessari bók, hún er ótrúlega falleg, vel uppsett já, og gott fólk með okkur og þannig að hún lifir og við erum með svona draumum að taka smá bara þjóðar átak núna 2025 já, því að bókin snýst bara hreinan mat, hreinan íslenskan mat og að jafna blóðsykurinn og að minnka skammtana það er og stort mál, passa upp á olíurnar. olíurnar, já, það er svona fræolíurnar, Já, já, það eru líka bara, já, það eru slæmur fyrir okkur, alveg, já, já, en segð mér sko, ég hef hoggið eftir blóðsykrinum, já, vegna þess að í dag þá er það bara mjög algengt þegar maður hlustar á erlenda lækna, aðalega Bretlandi og Bandaríkjónum, halda fyrirlestra, að þá er alltaf það sama, blóðsykur, að Alzheimer er blóðsykur tegund, já, 3, já, já. Þeir þú segja hefur, sko Alzheimer sé sykursýki í rauninni 3. já, Þannig að, já, ég hef verið að skoða þetta líka og ég hef einmitt sagt við vinn minn sem er læknir og vinnur á dvalarheimili, þú veist, skipti mataræði máli og þeir eru náttúrulega bara nei, ég held að þetta skipti gríðarlegu máli, en ég veit ekki, við verðum að byrja fyrr, þess að þurfum við að fræða og fólk sem er ungt í dag á að láta sér þetta varða að blóðsykur skipti máli. alveg rosalega og það bara, sko, þú veist, eftir því sem ég læri meira, þá bara sé ég hversu mikilvægt Já. það er að halda honum niðri, af því að ég hef alveg verið í jaðrinum á blóðsykri típu 2, eða 6 Já. típu 2, með ofháan blóðsykur og svo fyrir ég breyti núna á síðasta ári algjörlega matarinn, ég fyrir yfir í kjöt og Já. og jógurt og svo leiðis, þá bara hverfa einkenni. Þú tekur niður sko bólgufaktora, þú veist, það er hormonakerfið er betra, taugakerfið er betra. Já. Það er einhvern veginn allt sem lagast, en maður verður samt að passa sig að gera þetta rétt. Af því svo er fólk líka, heldur að það sé stundum þegar það fastar, að þá getur við líka verið að æsa blóðsykurinn, því það er líka mannum eðlislegt að reyna að fá sykur. Já, já.
Þannig við verðum, þú veist, og það er það sem prógrami mitt sem ég fann og þessi bókarum, þú ræður, það er svolítið það að ná þessu flotta balans. Já, Og veist, það eru ávextir auðvitað, þarna, og ég nefnilega rek mig á það að ég er að fá til mig kuna sem að segist það að vera keto fyrir mörgum árum og það gekk rosa vel og leið rosa vel, misti fullt af kílóum en hætt á keto, en samt ekki byrja að borða kolvetni, brauð og annað, en ekki ávexti. já, ég skil, já. Og þannig að, þú veist, ég er að reyna að setja aftur inn að við séum að borða holla ávexti. Svo skiptir máli hvenær dags við borðum ávextina. Þú veist, að borða á seinnipartin, ekki fyrirpartin og passa að halda blóðsykrun svona þokkalega stöðum fram eftir degi því það skiptir máli upp á bæði skapsveiflur og svengdartilfinningu og annað þegar líður á kvöldið. Já, ég veit með ekki með að það sko í sambandi við það að þegar ég var að búa mér til búst á mótnana og setja fullt af ávöxtum í Já, og prótíni og öðru þess að þá voru meiri sykursveiflur í mér heldur en þegar ég gerði það ekki já, og þegar að ávaxta inntakan er til staðar en minni, þú veist þannig þetta er þetta ekki svolítið samt líka einstaklingsbundið? algjörlega. Svo er þetta líka bara, ertu mannski sem hreyfiði, ertu viðkvæm fyrir þessu? Við erum Já. með ákveðið viðkvæmni. Já, Og fólk náttúrulega, við erum misviðkvæm og ég kalla þetta svona insulin resistance. Þú veist, það já, er bara, ég var það strax sem barn, já, viðkvæm fyrir kolvetnum, ég sótti kolvetni. Þú veist, ég elska að vera hjá ömmu því að það fikk ég kökur og nammi. Þannig að, sko, æskuvinkunum mín var bara heima að naga bein, skilur, af því að hún vildi bara kjöt og mat. já, já, Hún bara allt já. af sér. En sko, varstu fyrir einhverju áfalli? Því ég tek eftir því að eftir ég verð fyrir þessu áfalli að vera nauðgað, þá sæk ég virkilega í sykur. Já, Og það er að fela, að láta mér líða betur á einhvern já, nátt. Svo amma var mjög vinsæl ef hún bakaði klatta eða pönnukökur þegar maður kom í heims og því þá var það alltaf bara úða sykri á og en er þetta ekki líka við sem að, eins og ég elst upp mikið á ömmu mínum, það ég átti 3 ömmur í sömu götunni, sko. Vá! Já, það var ein svona platana en ég var mest í henni. Já, já, Hún lét líka mest eftir mér, sko. að sjálfsögðu. En þú veist, það var líka, ef maður var leiður eða leið illa, þá var alltaf sama sem merki kontelskan, ég ætla að gefa kökusneið. Já, Og þú veist, ég lendi í gríðarlegu sorg, ég misti kötti minn og ég man alltaf eftir hlaðborðinu hjá ömmu. Þú veist, það er alltaf borða, þarna okkur er svolítið kennt að borða niður tilfinningar. algjörlega. Og svo erum við rosa hissa, við erum að kljást við alls konar í dag. Við erum með fólki í fíknivanda og við erum öll einhvers staðar að bæla eitthvað niður. Algjörlega. Við erum að Sjósamnaður. annað að nota efni til að halda okkur niðri, sumir nota lyf. Þú veist, það var bara eina að tala við mig í gær og sagði að þetta væri bara rosalegt að mamma hennar var bara, þau komist í lyfjabóksina eða að hún veiktist og fór inn á spítala, þá bara, hún var bara lyfjafíkil. Já, þetta hef ég heyrt frá fleirum sem að hafa bara skyndilega uppgötvað að mamman er bara í róandi Já, endalaust, sko. já. En við Þannig erum að, öll í rauninni að flýja eitthvað eða bæla eitthvað niður eða, veist, og ég veit að ég er ekki að dæma þetta, ég er verið þarna sjálf, en ég er bara að spá í, getum við rætt þetta til að fólk átti sig á því, ef þú ert í þessu vítaring, getur verið að þú þurfi bara aðstoð bara til að losna við þín áföll eða sálar angur Já. eða hvað það er. ég held að það sé pottþétt dæmi, sko, að við þurfum öll aðstoð. Já, Og svo er líka hitt, sko, fólk heldur að það getur bara smelt fingri og þetta sé allt búið. já, En þetta er náttúrulega langtímaferli og hefur svo oft verið líkt við laukinn. já, einmitt. Þú tekur utan af 2 rif og þá kemur annað og annað Já. og annað, sko. Og ég held að það sé það sem við erum að fara í gegnum með. Þetta er gífurlega mikilvæg vinna vegna þess að allir þeir sem að mínu mati sem fara í gegnum svona sjálfsvinnu og vinna úr sínum gömlu áföllum, þeir eru að búa til farveg Já, sífellt breikkar fyrir alla þá sem þurfa að koma eftir.
Já, akkurat. Og það verður auðveldara fyrir þá af því það er búið að ryðja brautina. Já, Svo það að vinna úr áföllunum skiptir alveg rosalega miklu máli. En ertu með, þegar þú talar um sko mataræðið og tímabilið og annað þess aftar sem þú ert að ráðleggja fæðuna, er það þá samkvæmt matseðlunum sem að því nú er ég ekki búin að lesa bókinu en ég bara sá hana. já, ég nota náttúrulega að því að ég vil meina það að jafna blóðsykurinn, við eigum alltaf að byrja á því. Já, Alveg sama hvað. já, Og bara frábært. byrjum og líka bara hreinn matur án aukaefna og svo reyna að finna út öll þessi óþol og það sem að fólk er ekki að þola. Þannig að það er ekki mikið egg í bókinni eða þess uppskriftum með eggjum en ég er með alla svona nánast allt þarna inni í bara mismiklu mæli. Já, en af hverju eggin? Er svona margir með eggjaóþol eða? Já, og ég vil meina að það er ekki að bleima eggjunum sjálfum, heldur bara iðnaðinum. Já, menn það, já. Bara ef við ættum öll bara frjálsar hænur í garðinum og gefið þeim bara matarafganga og eitthvað þar sem við vissum hvað við værum að fá, þá værum við í aðeins betri málum. Já, já, ég er alveg samanlega. En það er sko, við erum það sem dýrin sem við borðum. Já, Þannig og þetta er náttúrulega orðið stórt vandamál og er mjög mikið rannsakað og talað um þetta í dag. Miklu já, meira heldur en hefur nokkuð tímann eiginlega verið áður. Og það er já, náttúrulega því það eru fleiri miðlar sem myndir að koma í gegnum. já. Og ég er að átta mig á því að þungamálmaóþol eins og fyrir nikkel er að aukast og það er náttúrulega bara því að við erum að misbjóða líkamannum með þessari ræktun í dag og þessari úðun og og hvernig við eldum matinn og hvaða aukaefni við notum. Já, maturinn Skilur fólk ekki akkur er með hætt að þola eins og egg eða fræ eða korn og það skilur oft ekki hvað þetta er svo hollt, akkur þoli ég þetta ekki. Já, já, það er mjög erfitt en það er náttúrulega sko eiturefnin það má segja frá 1970 að þá breytist það allt í landbúnaði meðal annars erlendis út af því þá byrjaði að úða Roundup Já. og það er glýfosat í því og það sko, það sem það gerir er að það eyðileggur örverur í jarðveginum. Já. Og við þurfum á þeim að halda. Við þurfum á þeim að halda að fá, þú veist, þessa ræktun eins eðlilega og náttúrulega hún á að vera. Og þegar við erum búin að eyðileggja jarðveginn, þá byrjum við að erfðabæta ræktunina til að fá plöntun upp. Þannig við erum búin að breyta strúktúrnum á plöntunni. Þannig jafnvel þegar við erum fann að borða þessa afurð, þá erum við ekki eins og bara ensímin okkar vita bara ekkert hvað þetta er og brýtur þetta ekki niður. Nei, það er stóra máli. Það er náttúrulega þessi stóra barátta eins og Robert Kennedy í Bandaríkjunum núna, það er með matinn og eiturefni sem eru sett í hann og litunarefni sem eru sett í hann. Ég var að skoða bara YouTube myndband af ræktun á vínberum, svo stór, djúsi, græn vínber og þetta er úðað, þetta er erfðabætt og svo er þetta sykur húðað til að þú verður sækir í meira og meira. Já. Og það setja eitthvað svona sykur húðun yfir þetta, ég var bara svona, við verðum að fara að vera vakandi fyrir þessu. Já. Við verðum að fara að spyrja spurning og vera gagnrýnir. Já, ég er alveg saman að þér. Ég er búin að tala um þetta síðan. Já, ég veit það. En það sko, þú veist, það tekur langan tíma að ýta við fólki og gera sig grein fyrir því. Og ég man allt eftir að Hallgrímur heitir, hann sagði sko, það er búið að geisla allt grænmeti því það er aldrei pöttur í einu grænmeti lengur. Ég man að þegar ég var krakki og mamma keypti blómkál að þá var það alltaf sett sko öfugt í stóra skál með vatni og ég sagði, hvað er þetta að gera? Þú sett svona diskur ofan á til að halda kálhausnum niðri og ég hreins út flugurnar. Já. Þú veist, þú þarft ekki að hreins út neitt í neinu lengur því það eru engar bakteríur eða neitt á. Nei. Og ef það er eitthvað plattað eitthvað í kálinu þá byrtum við það á samfélagsmiðlum og ætlum aldrei að kaupa þetta aftur. Já, sem er svo fáránlegt því það er eiginlega merkið að það séu líkandi. Já. Ég veit það. Já, ég einmitt lenti í þess að mamma heitir, hún keypti sko aldrei að kaupa þetta salat aftur, það bara maðkur í því og ég er það að bílumandi. Já, akkurat.
En Þannig, þetta er líka bara eitthvað sem að þarf að fræða. Þarna þyrftum við að við erum líka orðið svo vönduð og við erum með svo eins og mötuneyt í skólum og þetta er alltaf svo vendað. Og svo komum börn heim til sín og þar eru foreldrarnir. Þau eru ekki í tengslu við matinn eða hvernig hann er gerður eða hvernig hann virkar. einmitt. Og svo Þannig, þegar fólk eru að koma til mín og segja barnið mitt er svo matvant, ég bara, þú veist, já, það er það sem gerist. já, Við erum búin að aftengja þau hvernig það virkar og hvernig kerfi okkar virkar og akkur þurfum næringu og hvernig líkaminn okkar virkar. já, og svo er líka annan sem ég tek eftir sérstaklega hjá yngra fólki að það er ekki sko, það er ekki sagt þetta er í matinn í kvöld, heldur hvað vilt þú hafa í Já, matinn í kvöld fyrir 5, 6, 7, 8, ég vil já, yngri börn, þau veit ekkert, þau bara segja það sem er best, bara pizza já, eða eitthvað, þú veist, þannig að ég bara segja, það er hægt að vera þannig að foreldrarnir ráði matseðlinum, já, ég veit það. þannig það er svo, Við erum er komin í svo ógöngu með þetta, sko. já, en þeir sem hafa áhuga á að koma í ráðgjöf til þín, af því að það er greinlega mjög spennandi það sem þú ert að gera og hérna, ég set upplýsingar hérna undir myndbandið, Já, það er bara besta pantin á betareynis.is. já, þannig Það það eru orðið, tímapantanir það eru og tímapandanir, hægt að senda mér e-mail og annað. já, en hvar er bókin þín til sölu? Hún er í Hagkaupum og hún er í Eymundsson og hún er inn á síðunni betareynis.is. Flott. Heyrðu, þá ætlum ég bara svona, þetta er fyrsta viðtalið. Svo ég var Já, að tala eitthvað setna saman betur þegar hérna, lengra líður inn á árið og hérna, endilega. bara nánar út í sérstaklega efnaskiptin og annað þess áttar. Já, algjörlega. Ég er til í það. Finnst það spennandi. Bara takk fyrir að koma. Takk fyrir að vera fyrsti viðmælandinn á árinu 2025 og gangi þér allt í hægir. Sömuleiðis og takk fyrir mig. Takk, takk.